Ég ætla að sýna hérna hvernig við útbúum rúmmyndina. Við erum búin að teikna upp grunnmyndina fyrir sökkul fyrstu hæð og annarri hæðar. Við þurfum aðeins að byrja því að undirbúa teikningarna. Við erum búin að fara í leirana hérna og slökkum á öllum R-stref þessi sökkul og já, við erum komin hérna einhvers freeze og top og layers, þannig að þið sjáu bara viðkomandi. Hérna er ég frá náttúrulega fyrstu hæð og við sjáum bara frá náttúrulega fyrstu hæð hérna. Þyrftum að eyða þessu hérna út. Þá vel ég bara að íta á delete. Þetta er ennþá til staðar, ég sá það, þetta er hérna, ef ég fari hérna í insert block sko, þá eru táknin hérna til staðar. Þetta gerir í öllum teikningunum, þannig að við sjáum bara eyða út þessum táknum hérna, þannig að það hreinsa það til og það sé búið að frísa sem sagt eins og auka referens sem að sýni lagnunar á hinum hæðunum. Þannig að annar hæðin, ég eyða út þessum táknum og ég passa með þessi búið að frysta þessa leira fyrir hinu hæðinum. Við ætlum síðan aðeins að skoða líka hvernig þetta lítur út hjá okkur. Við gætum valið hérna topp, ef ekki kveikt á þessum viewkúb hérna á okkur. Snúa þessu, þá getum við smellt á hann svona. Og sjáu táknin er ekki alveg bara besta. Ég ætla að taka þessi tákn hérna. Þetta hefur öll alveg eins, ég ætla að ljóma þau. Svona og fara hérna í move og færa þau svona niður, hérna frá táknum og alveg af krossinum hérna, svona. Þetta er að koma nákvæmlega eins út. Þá er já, passa ykkur, ég er ekki búinn að ganga frá mínum algjörlega hérna inn í teikningunum. Ekki láta það trufla ykkur. Síðan skulum við búa til nýja teikningu. Ég er ekki búinn að því, en færi inn aftur og búið til hérna nýja teikningu byggði á þessu grunnskjali hérna. Svona. Og fáið allt dótið inn hérna, þetta er bara flott. Og síðan ætlum við bara að insetta. Við förum í insert. Nei, við skulum byrja með einu. Við búum til hérna, við skulum búa til layer hérna sem heitir aftur R-stref. Svona. Ég held að það sé nú að búa upp til 1 og hefði þess að current og insert. Og þá getum við farið í insertið, task og við skulum setja inn allar þessar frálæslu teikningar. Sökkul teigninguna, open, bara ein í einu. Svona. Syscore reference, ok, yes. Tvísmelli á músanakkan eða, já, þið sjá, hérna er ég ennþá með tákniðinni. Ég þarf að fara í sökkul teikninguna, svona, og íta á save. Svona. Þá ætti nýja teikningin sem ég var með áðan, þessi hérna, það kemur external reference change og þá smelli ég bara á þetta hérna. Ok. Lalalala. Og nú ekki gleyma einu, við verðum að fara í save as og skýra þetta frálæslu rúmmynd. Svona. Save. Haldum áfram, förum í task aftur og hérna í frálæslu fyrstu hæð, open og bara smellum við hérna inn og kemur þarna. Já, það er saman að gerast hérna.
Ég grunn ekki verið búinn að reynsa aðeins til í henni. Ég fer það aftur inn í teikninguna. Fram til fyrstu hæð. Þannig svona og ít á save. Gleymdi að ít á save að það. Annars kemur hún svona. Þá kemur melding. Næ, eða ekki. Jú, annað fram til fyrstu hæð. Svona, það er svo til. Insert, attach og ég ætla að setja inn aðra hæðina, open. Ok, hann kemur hérna, það er sama hérna, ég gleymdi að ít á save. Ég var að vinna í þessu hérna og ég er búinn að setja til. Ít á save. Þá er þetta að koma melding í rúmmyndinni. Ef ekki, ít á save hérna. Þá kemur meldingin. Síðan smellið ég hérna á ísómetrin. Við þurfum ekkert að hafa grunnmyndið teikna, við getum bara haft þetta svona. Hér, circle teikninginni hérna. Ég ljóma hann alltaf. Ég fer í move. Hérna. Move hérna. Og ég gríp í bara einhver stamman hjá okkur í miðju krossins hérna. Og þessi að hérna á að fara fyrir neðan fyrstu höfðina. Þannig að ég smelli svona. Og svo hvað gerist? Ég tók í stamman á söklunum og smelti á hann hérna á neðri línu stamman á fyrstu höfðinni. Ég vil gera sama hérna. Ég fer í move, ég vel þennan. Space enter og gríp hérna í. Til dæmis. Það á að vera nóg að grípa í hvaða stamma sem er þegar við vorum að stilla á af hann og smelli akkúrat hérna. Svona. Þá ætti þetta að vera komið. Síðan þurfum við einfaldlega bara að velja hérna freeze. Og smellið á smellið hérna á veggina og hurðarnar. Svona. Slökkum aðeins á þessu hérna, ekki samt rauðulínu hérna yst úti. Ég ætlum aðeins að teikna ofan í þetta. Bara aðeins að létta á svona. Nei, ítti á rauðulínu sem ég ætla ekki að gera. Þetta er bara rétt að létta á teikningunni. Þannig, við ætlum að teikna upp. Sjá hérna, að sýna ykkur fyrirmyndina, þessar punktaninu hérna. Það er aðeins að sýna þannig að þetta sé svona sikkur hæðin. Og við myndum þá bara að nota hérna layer. Það er bara hérna línfaldar. Svona. Já, það er réttiltur. Og teikni einfallega bara smá. Það þarf nú ekki að vera nákvæmur heldur þetta. Svona. Teikni svona allar hringinn. Og þá fáið upp hæðið niður 800, 600. Svona teikniði bara upp má ramma utanum húsið. Þið notið freeze þá til að slökkva öllum layerunum. Svo er það spurningin er hérna, að sjá þetta aðeins að slökkva og að reynsa til hérna. Þessi stammar hérna, þess að fyrsta hæðin. Þannig er hérna, já þið þurfum að fara aðeins inn í sökkulteikninguna. Sökkun hérna og þurfum að stilla hann líka. Svo hérna, við fyrir hérna í ísómetrin. Þá var þetta að koma svona niður, við viljum það ekki endilega. Við getum tekið bara þessa hérna, ég S-blóta þessum táknum, þessu S-blóta þessu og þessu hérna líka. Svona. Og við bara hreinlega eyða út þessum auka línum hérna niðri, það er ekkert með að gera. Hérna. Ít og save, ekki láta ykkur trufla, ég er ekki búinn að teikna upp fráneysluslagnar allar.
ekki láta trufla ykkur. Kemur þetta svona og ég get á save hérna og þá kemur meldingin og þá hverfa þess að auka hérna niðri. Svona myndið þið vinna þetta. Já, það er eitthvað til hérna. Eins og segir, ekki láta trufla ykkur að ég sé ekki búinn með þetta. Þið ætlið að fá út þessa hérna útkomu, þetta komið. Svo ég bara gangu vel. Ég ætla svo að sýna í öðru myndbandi hvernig við setjum þetta upp á teikniblöðin sjálf. Takk fyrir þetta.